ég veit ekki nákvæmlega hvenær ég eignaðist trú. Ég vil ekki segja að ég hafi haft þessa venjulegu barnatrú vegna sem mér finnst að við ættum öll að hafa ákveðna barnatrú. Ég held að það sé svona hinn einlæga trú. Já, samt ég vissi af Guði. Allavega sem úlningur þá fór ég að sækja kristileg starf og svona og vissi alveg að Guð væri til. En ég svona meðtók ekki kannski þessa gjöf sem að frelsi, þessa frelsisgjöf. Það gerðist síðan þegar ég var 17 ára gamall, þá fór ég til Bandaríkjanna og var þar í 1 ár sem skiptinemi. Þegar ég var þar úti, þá vinur minn var náttúrulega einn á Íslandi og einn mjög góður vinur minn, hann var heima og svo fór ég að fá, þetta var í gamla daga sko, þannig að þá fór ég að fá sendibréf frá honum. Það var ekki svona tölvu, það var ekki gegnum Facebook en eitthvað svona núna, en maður var svona svolítið tengdur frá heiminum, en þarna fékk ég svona sendibréf, bara svona handskrifað sendibréf. Það var svona frekar ólíkt honum að gera það, en ekki nú með það að senda mig sendibréf. Þetta var bara þykkur pakki af þétt skrifuðum blöðum og ég byrjaði að lesa þetta og þetta byrjaði svona eðlilega. Svo fór hann út í eitthvað rugl, að mér fannst. Hann fór að tala Guð og hann fór að tala það að hann hafi frelsast og ég svona, ægilega bara svona vissi að hann hefði kannski lent í smá vesen í æsku og svona, en ég vissi ekki að hann hefði átt svona erfitt. Hann hefði þurft að fara í eitthvað svona, en jæja, við vorum góðir vinir, en hann var bara farinn. Það er bara þannig. Fannst það sorglegt en allt í lagi, svo bara leið árið og ég fór heim og svo bara leið og ég kem heim og hitti hann að þá gerir hann eitthvað sem að ég var nú heldur ekki vanur. Hann tók og faðmaði mig, það var svona frekar óþægilegt, svona verandi á þessum aldri og svona, og mér fannst þetta aðeins svo mikil nánd. En eitthvað síður, ókei. Og þar var bara komin það hefði þá farið í Hvítasunnu-kirkjuna sem ég vissi nú að var nú frekar hættulegu félagsskapur. En jú, allt í lagi, hann var þar engu að síður og svona var alltaf að biðja mig að koma og ég sagði nei, þetta allt í lagi, ég er bara fínn. Nema svo voru Billy Graham ráðstefnur sem voru þá þannig að það var teknar upp Billy Graham svona stóra samkomur ef maður rétt og svo var þetta sýnt í kirkjum landsins. Og það var þá sýnt í Glerárkirkju á Akureyri. Og það var svona eins og maður segir, svona safe zone að fara þangað. Þannig að ég fór þangað og þar í raun og veru gerðist eitthvað. Þar í raun og veru svona áttaði ég mig almennilega á því hvað þetta snerist í raun og veru, að ég þyrfti að meðtaka þessa gjöf og taka við þessu og þar má segja að ég hafi svona öðlast trú í raun og veru. Þannig að það var svona ákveðið svona nýtt upphaf á minni trúargöngu sem hófst þar og svo bara náttúrulega fljótlega eftir það þá svona hætti ég mér með honum inn á stórhættulega stað sem hét Hvítasunnu-kirkjan á Akureyri og kom svo að sjálfsögða því að þetta var bara magnaður staður og venjuleg kirkja nema það var bara skemmtilegri tónlist heldur en orgeltónlist að mér fannst. Það hefur stundum svolítið loðað við mig að ég sé að vera pínu svona fullkomnuna sinni, það er svolítið vesinn. Og ég vildi vera í þessu líka. Ég ætlaði bara að vera rosalega góður, trúaður einstaklingur sem ætlaði bara einhvern veginn að taka þetta með trompi. Þannig að ég bara, eins og ég náttúrulega rak tærnar í frekar oft og datt alveg kylliflatur oftar en einu sinni. Og það var kannski svona ákveðin önnur svona tímamót í mínu lífi þegar ég áttaði mig í raun og veru þá inntækjunum líka. Þetta snerist ekki mig, heldur snerist þetta Jesú og það sem hann hefði gert fyrir mig. Guð er Guð og hann getur gert það sem hann vill. En ástæðan fyrir því að ég er hér vegna þess að hann þráði að elska einhvern. Hann þráði að eiga samfélag við einhvern. Og það er það sem ég þarf að leyfa honum að gera. Það er í raun og veru bara að leyfa honum að elska mig og þá í raun og veru byggist upp þessi elska mig tilbaka á móti. Að þetta verður svona náttúrulegt. Og þegar ég áttaði mig á þessu að það í raun og veru breytti allt svakalega miklu í mínu lífi og þá var þetta allt náttúrulegra fyrir mig að ég þurfti ekki að ströggla og ég þurfti ekki að reyna að vera eitthvað heldur en úr þetta svona og þar að ekki ef eitthvað kom upp á sem að sjálfsögust maður er mannlegur og allt það og maður reyni að gera góða hluti þá verður manni á en þá lenti maður ekki í því að grafa sjálfa sig í einhverju gröf fordæmingar og í raun og veru og bakka það og bakdæra meginn út úr kirkjunni sem er því miður bara kemur svolítið oft fyrir að fólk einhvern veginn
finnst að ég hafa brugðist og þá í raun og veru sko þorið það ekki að standa frammi fyrir Guði eða mönnum vegna þess að það hefur brugðist einhverjum. En þegar maður áttar sig á því að þetta snýst ekki um það, að maður getur alltaf komið til Guðs og hann bara hjálpar manni gegnum lífið, að þá verður þetta einhvern veginn miklu eðlilegra.